Nú er komið að rauða þræðinum með Ásmundi Magnússyni lækni. Með bókina Blóðsáttmálinn eftir Sten Nilsson kennara til hliðsjónar gerir Ásmundur leit að rauða þræði Biblíunnar. Hann tekur okkur inn í fortíð Ísraelsmanna og rannsakar hefði þeirra og fórnarathafnir. Hér er umsjónarmaður þáttarins, Ásmundur Magnússon. Komið sæl og blessuð. Við erum að íhuga rauða þráðinn og síðast þá sagði ég svolítið frá höfundi bókarinnar Blóðsáttmálinn, hinn rauði þráður Biblíunnar, og ég las inngang bókarinnar. En nú tókum við fyrsta kaflan, uppgötvaðu rauða þráðinn. Sten talaði það og hann talar það hér að lítil bók sem maðurinn nafni Kenyon skrifaði opnaði augans fyrir því sem blóðsáttmálanum lítur. Svo segir hann seinna las ég 2 bækur Vilhelms Berlings tjaldbúðina í eyðimörkinni. Þær voru mjög áhugaverðar. Þær gáfu mér heildarmynd af sáttmála Guðs við fólkið. Vissulega var þetta eftirlíking af því himneska, en getum að vænst annars. Þessi óendanlega nákvæma mynd sem tjaldbúðin gefur af hinu himneska opnaði augu mín, svo að ég sá skýrar það sem Guð hafði í hyggju að gera til að endurreisa ríki sitt á jörðinni. Ætlunum var þegar tilbúin, í ritningunum að finna skuggamynd af henni í smáatriðum. Skuggamyndin af drottni sjálfum var nógu skýr til að hann þekktist þegar hann kæmi sér upp líkama sem mannssonur. Jesús benti hinnum sjóndöbru gyðingum á skuggamyndirnar af honum sjálfum þegar hann sagði, þér rannsaki ritningarnar, því að í þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig. Jóhannes 5:39. Mér langar að skjóta því hér inn í á litla bók heima á ensku eftir Oral Roberts sem þekktur bandarískur predikari sem heitir Kristur í sérhverri bók Biblíunnar og það er þannig að hann talar spádóma Jesú í öllum bókum Gamla testamentisins og svo hvernig hann kemur fram í öllum bókum Nýja testamentisins. Að skilja skuggamyndirnar rétt. Við uppgötvum ekki myndin af Jesú Kristi í Gamla testamentinu nema við leitum hennar í dýpstu einlægni. Þessi gyðingar leituð ekki Guðs af einlægu hjarta. Trúarhefðir, heimspólitík og stolt höfðu gert á skammsýna í trúmálum svo skammsýna að þeir skynjuðu ekki andlitsdrætti Guðs og skapgerð í eftirmynd hans sem þeir höfðu fyrir framan sig. Jesús sagði við og ég er komin í nafni föður míns og þér takið ekki við mér. Ætlið eigi að ég muni ákæra yður fyrir föðurnum, sá sem ákærir yður Móse og á hann vonið þér. Ef þér tryðuð Móse, myndu þér líka trúa mér, því að mig hefur hann ritað. Fyrst þér trúið ekki því sem hann skrifaði, hvernig getið þið þá trúað orðum mínum? Við höfum ástæðu til að hlýða á þessi orð. Biblíugagnrýni sífellt ofarlega á baugi og það að hafa sem kallað biblíuskoðun. En takið eftir því að Jesús sagði að Móse hefði skrifað fyrstu 5 bækur Biblíunnar og að hann hefði skrifað Jesú. Já, að hafa ákveðna biblíuskoðun, ég kýs eins og ég held að Sten hafi sagt við okkur þegar hann var að kenna okkur þetta á biblíuskólanum, að hafa sömu biblíuskoðun og Jesús. Sá sem getur ekki trúa því sem Guð hefur sagt sjálfan sig gegnum Móse á af persónulegum ástæðum erfitt með að trúa á Jesú sem son Guðs og frelsara heimsins. Án skilnings á eftirmyndunum í Gamla testamentinu var meira að segja erfitt fyrir þá sem fylgdu Jesú að þekkja hann. Eftir upprisuna opinberaði Jesús sig fyrir nokkrum lærisveinana, hann sagði við þá, þessi er merking orða minna sem ég talaði við yður meðan ég var enn meðaliðar, að rætast ætti allt það sem mig ritað í lögmáli Móse, spámönnunum og sálmönnum. Jesús útskýrði sem sé að Gamla testamenti væri hann. Lærisveinarnir urðu greinilega mjög undrandi, þeir hefðu ekki fengið neina kennslu þetta í samkunduhúsinu og það stendur einnig, síðan lauk hann upp huga þeirra og þeir skildu ritningarnar. Og hann sagði við þá, svo er skrifað að Kristur eigi að líða og rísa upp frá dauðum á 3. degi og að prédika skuli í nafni hans öllum þjóðum, iðrun til fyrirgefningar synda og byrja í Jerúsalem. Og þetta er Lúkas 24. Á þennan hátt tengdi Jesús ritningar Gamla sáttmálans við hina stóru viðburði Nýja sáttmálans. Gamla testamenti segir frá því sem á að gerast, en Nýja testamenti frá því sem hefur gerst. Biblían frásögn af því hvernig Guð fyrir blóðsáttmála
endurheimti sambandi við hinn glötuðu börn sín og endurheimti með nýjum og betri sáttmála samfélagi við þau. Það er blóðsáttmálinn sem er rauði þráðurinn í gegnum ritninguna frá upphafi til enda. Þetta felst einnig í orðum Jesú í fjallræðunni: ætlið ekki að ég sé kom til að afnema lögmálið eða spámennina, ég kom ekki til að afnema, heldur uppfylla. Mattheus 5:17. Við þörfnumst kennsluvakningar, heitir næsta undirfyrirsögn. Þetta er ekki auðvelt að skilja vegna þess að þjóðin hafði í mörg hundruð ár verið villuráfandi sauður af húsi Ísraels, það vantaði kennslu. Og við vitum að eigin raun og reynslu að það þarf ekki mörg hundruð ár af skorti á fræðslu til þess að brugðið sé óskynsamlega við á tímum andlegra vitjana. Það nægir að ein kynslóð vanræki ritningarnar til að eyðilegging komi yfir næstu kynslóð. Til að hægt sé að vinna heiminn fyrir Guðs ríki verður að boða hverri kynslóð fagnaðarindið. Að öðrum kosti þekkjum við ekki þegar hann kemur með strauma andlegra endurnýjunar. Trúarleg mótstaða truflar hugan og gerir orðinu erfitt að ná til fólks. Drottinn þarf virkilega að anda á játendur sína í hverri kynslóð til að menn skilji ritningarnar. Lærisveinar okkar tíma eru einnig ráðviltir, hver og einn á leið sinnar Emmaus, og við þekkjum mörg frásögun af Emmausförunum sem Jesús slóst í för með eftir hann var upprisinn og hann opnaði fyrir þeim ritningarnar. Hið stórkostlega er að Drottinn skilur okkur ekki eftir hjálparlaus en áminnir okkur alvarlega fyrir ónauðsynlega vanþekkingu okkar. Hann segir við okkur Emmausfarana í dag: ó þér heimskir og tregir í hjarta til þess að trúa öllu því sem spámennirnir hafa talað. Átti ekki Kristur að líða þetta og ganga svo inn í dýrð sína? Og hann byrjaði á Móse og öllum spámönnunum og útlagði fyrir þeim sem hann er ritað í öllum ritningunum. Og þetta er í Lúkas 24. Það var þegar Jesús opinberaði rauða þráðin í ritningunum sem hjörtu þeirra byrjuði að brenna. Það er greinilega svo að heimurinn og þar með tali kirkjan þarf á kennsluvakningu að halda áður en hjarta þeirra hrærast. Hinn heilagi andi á erfitt með að yfirvinna þar sem fræðslu vantar. Og Jesús sannlega sammála sten þetta að við þurfum á fræðslu að halda. Og það stendur í Hósea 4:6: líður minn verður afmáður af því að hann hefur enga þekking. Guð hefur gefið okkur efniviðinn, en til að við getum séð andlega samhengið í hinnum ólíku bókum Gamla testamentisins með eftirmyndum þess og séð hvernig þær tengjast ljósum veruleika Nýja testamentisins, er nauðsynlegt að finna rauða þráðinn og fylgja honum. Hann hefst með því að Drottinn Guð gjörði manninum og konu hans skinnkirtla og lét þau klæðast þeim. Og þetta er í 1. Mósebók 3:21. Þetta var skinn af fórnardýri sem varð að gefa líf sitt í stað þeirra sem höfðu syndgað. Hinn endi þráðurins er í síðustu bók Biblíunnar, Opinberunarbókinni, þar sem lambið sem er fyrir miðju hásætunu mun vera hirðir þeirra og leiða þá til vasslinda lífsins og Guð mun þerra hvert tár af augum þeirra. Þeir voru leystir út úr hópi mannana frumgróði handa Guði og handa lambinu. Og þetta er úr Opinberunarbókinni 15. kapla og þar segir líka: þeir syngja söng Móse, Guðs þjóns og söng lambsins. Mikil og dásamleg eru verkin þín, Drottinn Guð, þú alvaldi, því að þú einn ert heilagur, allar þjóður munu koma og tilbýða frammi fyrir þér. Hæfileikinn til að grafa upp rauða þráðinn. Ég bið þess nú, segir Sten hér í bókinni, að Guð fyrir hjálparan, heilagan anda, gefur mér hæfileika til að grafa upp rauða þráðinn fyrir marga frá upphafi til enda. Allt sem við mennirnir gerum er þó í mólum, en jafnvel mólar af veruleikanum sjálfum geta nægt til þess að einlægt fólk farið að leita af kappi og bæta þannig við uppgötvanir sínar. Það eru svo með alla sem elska Guð meira en þá mólar raunveruleikan sem þeir hinga til að hafa kynnst. Þeir eru hamingjusamir yfir hverjum þeim fægifleti í hennum fullkomna diamanti sem með skini sínu fær þá til að gleðjast yfir dýrð Guðs. Ég trúi því að heilagur andi muni gefa mér hæfileika til að færa fram þennan hluta þekkingarinnar blóðsáttmálan sem fyllir í þekkingu margra á þessu viðamikla efni. Ég reikna sem sagt með því, segir hann hér í bókinni, að þeir sem lesa bókina hafi þegar gert vissar uppgötvanir í efninu og séu því áfjáðir að vita meira. Já, kæru hlustundur Lindarinnar,
Við höfum farið í gegnum fyrsta kafla bókar Sten Nílsson rauða þráðinn í biblíunni, blóðsáttmálan. Uppgötvaðu rauða þráðinn heitir þessi kafli og ég vil gera bæn Sten, að minni bæn fyrir okkur öllum, að heilagur andi opni fyrir okkur þetta mikilvæga efni. Efni sem opnaði á sínum tíma augum mín þegar Sten kenndi okkur þetta á biblíuskólanum í Svíþjóð, opnaði fyrir því hvernig Gamla testamentið og Nýja testamentið tengjast og nauðsyn þess að þekkja gamla sáttmálan til að skilja hinn nýja. Og svo heyrum við framhaldið eftir viku. Guð bless ykkur öll. Ásmundur Magnússon læknir stjórnaði þættinum Rauði þráðurinn. Bókin Blóðsáttmálinn skrifuð af Sten Nílsson kennara við biblíuskólan Lífets Ord í Svíþjóð. Fylgstu með aftur í næstu viku en þá tekur Ásmundur upp Rauða þráðinn þar sem frá var horfið.